Jæja, sælveriði og velkomin. Sveinn Rúnar Ragnarsson heiti ég og stjórnarformaður RML og ég vil bara bjóða ykkur velkomin á ársfund RML 2025 og ég ætla að biðja hana Áshildi Bragadóttur að stíga hérna í pontu og stýra fundinum. Gjörðu svo vel, Ásthildur. Já, komið sæl, bæði þið sem eru hérna í sal og þið sem eru með okkur á Teams. Langar að biðja á að kynna mig bara mjög stuttlega. Ég heiti Áshildur Bragadóttir og ég á sæti í stjórn RML. Og ég jafnframt endurmenntunarstjóri hjá Landbúnaðarháskóla Íslands og það mér heiður að fá að vera í þessu hlutverki í dag að stýra fundinum. Og ég vona að þið sem eru með okkur á Teams að þið heyri vel í okkur og það hérna tæknimaður sem að fylgjast vel með öllu. Þannig endilega ef að það eitthvað sem að hyggst að láta okkur vita. Já, það mjög mikilvægt ef að það koma fyrirspurnir úr sal að þá ætla ég eða við sem erum í pontu hverju sinni að endurtaka spurninguna þannig að þau sem að fylgjast með í streymi heyri spurninguna áður en að henni svarað. En annars ætla ég bara að setja þennan fund formlega og mig langar að byrja á að segja að þetta í annað sinn sem að við höldum svona ársfund og þetta auðvitað vettvangur fyrir bæði RML og stjórn RML og bændur til þess að koma saman og svona eiga samtal bæði það sem helsta sem að gerast hjá RML á hverjum tíma og svo líka að eiga samtal það hvað þið sem að eru að starfa í greininni eru að takast á við. Þannig að mig langar að bjóða fyrsta manni pontu, eða manneski pontu og það Sveinn Rúnar Ragnarsson og hann ætlar að kynna skýrslu stjórnar og fara yfir það helsta. Afsakið. Já, þakka þér fyrir Áshildur. Eins og áður kom fram, þá heiti ég Sveinn Rúnar Ragnarsson og ég bóndi í Akranesi í Hornafirði og ég ætla hérna við þetta tilefni að flytja ykkur skýrslu stjórnar og fara yfir þau málefni sem hafa verið efst á baugi hjá stjórn fyrirtækisins á þessu ári. Eins og kom fram hjá Áshildi, þá þetta í annað sinn sem við höldum ársfund RML en við riðum á vaðið í fyrra og héldum á Norður- og Akureyri. Tilgangur þessara fundarhalda að reyna að miðla upplýsingum rekstur félagsins, stöðu þeirra verkefna sem unnið að og ekki síst að skapa umræðuvettvang fyrir bændur til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri til þeirra sem stýra RML og bera ábyrgð á framvindu einstakra verkefna. Ég vil þó byrja á því að kynna hérna aðra stjórnarmenn. Áshildur, hún kynnti sig hérna með mikilli prýði rétt áðan, hún endurmenntunarstjóri hjá LBHÍ. Elín Aradóttir verkefnisstjóri hjá Markaðsstofu Norðurlands og Húsfreyja á Hólabaki í Húnabyggð. Reynir Þór Jónsson, bóndi á Hurðarbaki í Flóa og hann líka stjórnarmaður í BÍ. Og Vigni Sigurðsson, hrossabóndi og tamningamaður á Litlubrekku í Hörgársveit. Hann var skipaður í stjórn sem aðalmaður í stað Sæmundar Sveinssonar og ég vil nota þetta tækifæri til að bjóða Vigni velkomin og þakka Sæmundi fyrir velunni störf í þá RML. Já, og svo rétt að geta þess að varamenn í stjórn þau Sigurbjörg Ottesen, bóndi á Hjarðarfelli og stjórnarmaður í BÍ og Axel Sæland, garðyrkjubóndi á Espiflöt og formaður garðyrkjudeildar og stjórnarmaður í BÍ. Áður en lengri haldið þá vil ég vekja athygli ykkar á því
að á 82. stjórnarfundi þann 13. mars síðastliðinn var samþykkt að birta fundargerðir stjórnar RML. Því verða fundargerðir frá og með 83. stjórnarfundi birtar inn á svokölluðum mínum síðum hjá Bændasamtökum Íslands. Þar eiga allir félagsmenn BÍ að hafa aðgang að þeim og geta því kynnt sér hvaða málefni eru efst á baugi stjórnar hverju sinni. Svo ætlum ég hérna aðeins að renna yfir helstu verkefni stjórnar, þannig að þið kannski fáið eitthvað hugmynd það hvað við erum nú að gera. Helstu verkefni stjórnar á þessu ári voru samþykkt fjárhagsáætlunar ársins 2025 og samþykkt ársreiknings fyrir rekstrarárið 2024, að yfirfara og uppfæra verðskrár vegna forrita, kynbótasýninga og útseldrar vinnu og þess ber að geta að allar breytingar á verðskrár vegna þjónustu sem fellur undir búvörusamninga eru háðir samþykki atvinnuvegaráðuneytisins. Svo var yfirferð og samþykkt nýrra kjarasamninga milli FÍN og RML. Og af þessu verkefni hér á ofan var gerð nýrra kjarasamninga við FÍN veigamest. Enda stærstur hluti starfsmanna RML, félagsmenn í FÍN og laun og annar starfsmannakostnaður nam á árinu 2024 tæpum 615 milljónum króna eða rúmum helming af útgjöldum RML. Það því ánægjulegt að búið sé að undirrita kjarasamning til 3 ára. Fjöldi annarra verkefna kom inn á borðstjórnar og ég hvet ykkur til að kynna ykkur umfjöllun og afgreiðslu þeirra í fundargerð stjórnar. Á síðasta ársfundi sköpuðust þó nokkrar umræður hin ýmsu mál sem lúta að RML og mig langar því að þessu tilefni að greina frá framvindu sem hefur orðið í nokkrum af þeim málum sem rætt voru. Þar var meðal annars rætt að hraða þróun forrita. Á árinu hefur verið sett upp mælaborð bæði í jörð og huppu til að auðvelda bændum að fá yfirlit yfir sinn búskap. Jafnframt unnið að nýju útlit á huppu og pörunaráætlanir í prófunum og verða aðgengilegar bændum bráðlega. Unnið hefur verið að þróun í fjárviss sem ekki lokið og vinna við nýjan völdfeng hafin. Auk þess vinna hafin við gerð nýrrar heimasíðu. Það kom fram í máli fundarmanna að sala og þjónustu til bænda þyrfti að vaxa sem hlutfall af heildartekjum. Það vissulega áskorun, en það þó ánægjulegt að greina frá því að á síðasta ári jókst sala og útseldri þjónustu. Því ber þó að halda til haga að ennþá rúmur helmingur unnina tíma hjá RML ekki útseldir. Það kom líka fram ákall á fundinum að þeir bændur sem í BÍ ætti að njóta ríkari afslátta í viðskiptum sínu við RML. Stjórn samþykkti á fundi sínu 30. janúar síðastliðinn að auka afslátt félagsmanna BÍ að forritum upp í 50%. Þó að þessi upptalning hér ofan sé ekki tæmandi, þá vil ég árétta að það dýrmætt fyrir okkur sem sitjum í stjórn og þau sem stýra RML frá degi til dags að fá fram sjónarmið bænda og ég vona jafnframt að þið upplifið að við tökum mark á ykkar ábendingum. Nýir búvörusamningar eru háar í umræðunum landbúnaðinn. Þeir skipta bændur miklu máli enda hafa þeir mikið að segja afkomu þeirra. Við eigum því mikið undir því að vel takist til. Hin hliðin á afkomu bænda þó hin daglega bústjórn og ég vil nota þennan vettvang til að beina sjónum ykkar að þeim mikla breytileika sem milli búa. Af hverju svona mikill breytileiki á tekjum og milli bænda sem eru með sambærilegan búskap? Stafar það af aðbúnaði og umhirðu, afurðum, innviðum búanna, til dæmis byggingum, jarðrækt og beitarskipulagi, eða jafnvel skorti á þekking og stuðningskerfi landbúnaðarins. Það kann að vera að þetta sé sitt lítið af hverju, en það breytir því ekki að þarna geta bændur átt möguleika á því að sækja meiri tekjur og vinnuhagræðingu. Hjá RML ráðgjafi búfjárrækt, jarðrækt, umhverfismálum og rekstri. Auk þess eru starfsstöðvar okkar víða land og ýmsir ráðgjafapakkar í boði. En hvernig náum við betur til bænda? Hvernig getum við unnið að því að draga úr þessum breytileika? Þetta eitt af þeim málum sem ég held að væri gott að fá umræðu hér á fundinum. Ég veit að við þessum vangaveltum mínum ekki neitt eitt rétt svar.
Við þurfum samt að ræða þessa hluti til að draga þá fram í dagsljósið því að það í að minnsta kosti í sumum tilvikum til mikils að vinna. Ég vona því að hér verði málefnalegar og góðar umræður og þið fáið tækifæri til að spyrja á svör við þeim spurningum sem þið kunnið að hafa. Þið munið nú í kjölfarið fá kynningu á rekstri og starfsemi RML og 3 verkefnum sem unnið að innan fyrirtækisins. Það mín von að þegar að fundi verður slitið að þá séu þið ögn fróðar fyrirtækið en þegar að fundurinn hófst. Takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir þetta upplýsandi erindi, Sveinn Rúnar, og ég vona að þið sem hér eruð og eruð að fylgjast með okkur séu einhverju nær það hvað stjórnin hefur verið að leggja áherslur á síðasta starfsárið. Ég var nú ekki búin að ræða, eigum við að hafa fyrirspurnir bara í lok eða eigum við að gefa færi á einhverjum spurningum ef það eru spurningar úr sal eða frá ykkur sem eruð í streymi. Hvað segir þú, Sveinn Rúnar? Já, ég bara ekki að taka þetta eftir næsta erindi. Þá ætla ég að bjóða Karvel Karvelsson að stíga í pontu. Hann ætlar að kynna starfsemi RML og eins og þið flest vitið þá hann framkvæmdastjóri félagsins. Gjörðu svo vel, Karvel. Já, komið sæl, fundargestir og þeir sem eruð á streymi. Svo framkom, þá heiti ég Karvel og framkvæmdastjóri RML og ég ætla að kynna fyrir ykkur starfsemina á rauninni síðasta árið eða frá því að síðasti ársfundur var sem var í svipað leyti í fyrra. Og bara ef við byrjum á fyrirtækinu, ég veit að þeir sem eru hér inn allavega þekkja það yfirleitt mjög vel en ágætt að fara yfir þetta við svona lítur nú fyrirtækið út í skipuritinu. Hjá okkur vinna 45 stöðugildi, það 53 starfsmenn sem vinna hjá fyrirtækinu og það skiptist nokkuð jafnt milli konu og karla, 28 konur og 25 karlar. Í búfjárrækt og þjónustu sviði vinna 23 og rekstrar- og fjármálasviði, rekstrar- og umhverfissviði vinna 18 manns og fjármála- og tæknisviði 10 og í verkefnastofu 1. Þannig skiptist fyrirtæki, 3 hafa verið ráðnir inn á árinu, engin hætt og almennt starfsmannavelta mjög lítil hjá fyrirtækinu og hefur verið það í gegnum árin svona frá eiginlega 0 til 5% sem telst mjög lítið og ber það vott að fólk allavega líði þokkalega innan veggja þessa fyrirtækis. Það líka fjöldi verktaka sem að koma að þessari starfsemi á hverju ári og þá sérstaklega í sér stærsti verkefnum eins og kynbótasýningum og lambadómum. Og rennum okkur beint bara í svona tekjurnar á síðasta ári, þá er ég að tala árið 2024. Það námum 1.135 milljónum og hækkuðum 157 milljónir árinu, frá árinu 2023 eða 16%. Rekstrarframlögin námum 350 milljónum og hækkuðum 7 milljónir á milli ára vegna verðtryggingar. Framlögin voru fest í 342,6 milljónum út samningstímabilið og var það gert eftir að í rauninni að það kom krafa frá ráðuneytinu endurgreiðslu vegna ofgreiðslu rekstrarframlags en það var búið að sjalla það mál fyrir síðasta ársreikning og kom það fram í ársreikningnum. Og allt sem viðbót við þessu 342 milljónir þá uppreikningur vegna verðtryggingar. Seldar vörur og þjónusta námu 467 milljónum
sem hækkun 101 milljón eða 27,7% milli ára 2023 og 2024 og hækkun skýrist af riðargerðargreiningum, almennt meiri sölu og meiri tekjur voru einstaka verkefnum. Tekjur af verksamningum nám 317 milljónum og hækkuðu 48 milljónir eða 17,8% milli ára. Verksamningar eru þá samningar sem við gerum við ráðuneytið, svo sem eins og loftslagsvænn og landbúnaður, en einnig styrkir úr sjóðum eins og þróunarfé búgreina, matvælasjóði og erlendu sjóðum. Þannig að það eru stór liður sem fyrir utan okkar rekstrarframlag sem kemur frá ríkinu. Gjöldin eins og kom fram hérna áðan í máli Sveins, þá launakostnaðurinn sem langstærsti liðurinn og nam 614 milljónum og hækkaði 36 milljónum milli ára eða 6,3%. Stöðugildin árið 2023 Þetta á nú að vera árið 2024 voru 43,6% sem óbreytt frá fyrri ári. Fjöldi starfsfólks var 51, konur 26 og karlar 24, þannig að það var orðið aðeins breyting frá því þetta var. Skrifstofa stjórnunarkostnaður nam 45 milljónum og lækkaði 1 milljón. Annar rekstrarkostnaður nam 465 milljónum og hækkaði 95 milljónir, fyrst og fremst vegna gegnumstreymisverkefna, en einnig almennra hækkana. Samtals nám 1.125 milljónum sem hækkan á milli ára 128 milljón eða 12,8%. Rekstrarniðurstaðan fyrir árið 2024 var 10,4 milljónir sem 27 milljónum betri rekstrarniðurstaðan en árið áður. Þess að afgangur var 10,4 milljónir. Hreina fjármagnstekjur námu 19,4 milljónum sem hækkun 1,4 milli ára. Hagnaður ársins fyrir skatta var því 30 milljónir og það breyting til battar 29 milljónir milli ársins 23 og 24. Reiknaður skattur var því 4,8 milljónir. EBIT ársins var jákvæð 17 milljónir eða 1,5% en var neikvæð 11 milljónir árið 2023 eða -1%. Þið sjáið hérna verið að dansa í kringum núlið með þetta fyrirtæki, enda þetta fyrirtæki sem í eigum bænda og ekki ætlað í sjálfum sér sem hagnaðardrifið fyrirtæki. Eignir nema 491 milljón í árslok og fasta fjármunir lækka 500.000 og nema 30,5 milljónum í árslok. Veltu fjármunir hækka 36 milljónir og nema 461 milljón í árslok. Enga langtímaskuldir hvíla á þessu félagi og hafa aldrei gert. Skattskuldbinding nemi 3,4 milljónum, svo áður kom fram, skammtímaskuldir hækka á milli ára 7 milljónir og nema 346 milljónum þrátt fyrir að fyrirfram innheimta tekjur lækka. Eigið fé í árslok 142 milljónir. Nú ætla ég að hætti þessum raunum, vona enginn sem sofnaður við þetta. Sýna ykkur þetta svolítið myndrænt til þess að menn gerir sig kannski aðeins grein fyrir því hvernig þetta hefur þróast í gegnum árin. 2016 þarna viðmið, þetta í sjálfu sér, við erum að fara inn í næstu búvörusamninga, þannig að ágætt að horfa í hvernig þetta breytist og 2016 fer líka búnaðargjaldið af, þannig að þið sjá bláu súlurnar sem þá rekstrarframlögin og þetta ekki sett á, þetta bara krónutala, þannig að munurinn væri mikið meira í óhag 2016 ef þetta væri rauninni afturreiknað eða núvirðisreiknað. Þannig að þið sjáu að appelsínugulu súlunar okkar sértekjur og hitt rekstrarframlag bláu súlunar og súlan sem hérna hjá ykkur sem hérna í salnum lengst til hægri þá 2024. Gríðarleg breyting, shifting á þessum árum og það hægt að sjá þetta hérna betur á þessum kökuritum hérna sem mér finnst oft gott að sýna. Þetta þessi tekjuskiptingin, við erum með bláu rekstrarframlagið og seldavörur og þjónusta í þessu gulu eða appelsínu gulu og í gráu og grænu eru tekjur af verksamningum. Þannig að breytingin frá bara 2021 gríðarleg í tekjuskiptingunni. Og það náttúrulega fyrst og fremst vegna verkefna sem eru mjög stór en eru kannski fyrst og fremst inn og út verkefni og eru má segja ekki tryggð langtíma verkefni heldur átaksverkefni sem eru núna verið að sinna eins og arfgerðargreiningar. Og við horfum á gjöldina þá þetta svipuð saga, laun og launatengd gjöld sem langstærsti liðurinn, hann þarna frá 2020 og svo upp í 2024, töluvert mikið breyting á milli ára.
En auðvitað þýðir þetta það að þarna að við erum að treysta mjög mikið á aðgift vinnuafl líka, en þetta þrátt fyrir það að fyrirtækið eða sem sagt fjárhagur og velta fyrirtækisins meiri. Það eru fleiri stöðugildi en enga síður erum við að taka inn líka meira af verktökum. Og áætlun ársins, hún var reyndar svona hógvær í hina áttina að við værum að frekar að draga saman seglin, en þannig voru reyndar ekki komin inn verkefni í áætlunina sem að rauninni gera það verkum að við munum sjálfsagt vera mikið líkari árinu 2024 heldur en þessi áætlun segir til og fara sjálfsagt nær henni bæði í tekjum og gjöldum. En rekstrarniðurstaðan verði væntanlega svipuð og áætluð var, kannski yfir betri. Þetta eins og ég sagði áðan svona svolítið línudans á núllinu. En auðvitað gerð krafan það að vera frekar þá pluss megin því að það bara upp á framtíðarrekstur og slíkt. Og núna ef við komumst aðeins út úr þessum tölumálum öllum þá getum við fara að tala kannski verkefni ársins. Við erum með inn í okkar sem við köllum, það heitir Workpoint. Þar geymum við inn flest verkefni sem við erum að vinna. Þar inni 800.000 verkefni í vinnslu á hverjum tíma. Þannig að það er auðvitað bara stór og lítil verkefni sem þar inni, innanhúsverkefni, útseld verkefni og það allt fram eftir göttunum. En þannig að sjáu þið kannski umfangið. Verkefni unnin fyrir og með stjórnvöldum eru náttúrulega mjög veigamikil og ég fer yfir það betur hérna eftir. Kynbótasýningar eins og öll ár mjög stór í okkar verkefnasafni. Í ár voru þetta 1331 dómar sem skilst að séu það mesta á landslanda sem þegar ekki landsmótsár síðan 2013 og 1030 hross komin til dóms. Aðrir með svona stærri verkefnum hægt að nefna bændahópa sem eru verkefni í tengslu við jarðræktina, Sprottinn sem líka í jarðræktinni svona bakkaráðgjöf og svo erum við með Tarfinn sem kynbótaráðgjöf í nautgriparækt, lambadómar núna af stafnir. Ég hef því miður ekki tölur það hvernig gekk þar en við erum með heyrir svona við vera á svipuðum nótum og hefur verið síðustu ár segi ég. Og kúadómar sem oft í umræðinni hafa gengið svona þokkalega árinu, það búið að skoða eitthvað 4600 kýr en regna með því að það verði töluvert bætt í þann lið núna það sem eftir ári. Við erum alltaf með þessi þróunar- og nýsköpunarverkefni sem hefur verið dugleg að ná okkur í svona til þess að þetta verkefni sem að koma bændum eiga nýtast bændum síðan meir og strax eftir hvers eðlis þau eru. Þá bæði sem nýsköpunarverkefni og svona þróunarverkefni en líka svona ár frá ári verkefni. Og svona á hverjum tíma þá þetta tölunar hann á bakvið til dæmis þróunarféð, það sem sótt í þróunarsjóð búgreinina. Þetta eru 9-12 verkefni sem eru að vinna á hverjum tíma í nautgriparækt og sauðfjárrækt, 5-7 í garðyrkju og hrossarækt núna nýkomin inn í þetta eftir að stofnverndarsjóður var lagður niður og þar verið að vinna eitt verkefni. Nú matvælasjóður, við höfum líka sótt þar inn eða reynt að sækja þar inn, við höfum svo sem ekki alltaf gengið allt og vel en við erum að vísu með eitt verkefni þar núna sem við stöndum erum í samstarfi aðra og kemur inn betur en það eftir. Svo erum við töluvert í alþjóðlegum þróunar- og nýsköpunarverkefnum, þau eru 3-5 sem í gangi, hafa verið í gangi á hverjum tíma núna síðustu árin. Og bara svona til að gefa ykkur dæmi og þið sjáu þetta ábyggilega alls ekki sem sjáu þetta nokkuð. Reynir tók að sig gleraugun og sér þetta núna. Þetta eru bara dæmiverkefni sem ég vona að þið sjáu þetta allavega sem eru á streyminu. Verkefni sem sótt var í núna síðast bara í október. Við erum ekki búin að fá samþykki fyrir þessu verkefnum en bara svona til að gefa ykkur
hugmynd það hvað verið að gera með þessum verkefnum. Þarna erum við að tala flökkustraum í fjósum og alls kyns hluti sem verið að spá í gegnum þessa þróunarsjóði sem hafa nýst okkur ákaflega vel. Nú við gerðum samkomulag núna við stjórnvöld fyrr á þessu ári þessi afkomuvökt sem við köllum afkomuvöktun og ráðgjöf í búrekstri og þarna verið að tala rekstrarverkefnin okkar sem eru þá í mjólkurframleiðslu, nautakjöti, grænmeti, sauðfé og þessum 4 og garðyrkju, sæði í garðyrkju. Að við höfðum verið að sækja í þróunarfé fyrir þessu verkefnum á hverju ári en nú var gerð samkomulag það að þau yrðu borguð sérstaklega þannig að við sækjum ekki þróunarfé fyrir þeim núna og það nú þannig þegar við sækjum í þróunarfé þá reiknaði við helmingurinn komið frá fyrirtækinu sjálfu þannig að það náttúrulega aldrei fullborgað hvort að þessi akkúrat fullborgaður með þessu samkomulagi, það svona, það má kannski deilu það, en allavega kom ríkið myndarlega þarna til móts við okkur næstu 2 árin og við munum því ekki sækja í þróunarféð. Þetta kemur samt nýtt inn, gerða okkur aukin krafa eftirfylgni og greining á helstu tækifærum í ráðgjöf við hliðsjón af niðurstöðum rekstrarreikninga. Þannig að það svona verið að ætlast til þess að sé verið að vinna meira með hverjum bónda og þessi peningur sé að borga það. Að auki var sett inn, má segja, að hluta til úr því sem hafa kallað ráður ábyrgðarsamningur, það sem við gerðum samningu við ríkið ákveðna upphæð sem voru á sínum tíma 50 milljónir eflingu jarðrækt í kringu jarðrækt og ábyrgðaráætlanir og jarðvegssýnatöku og þess háttar sem núna búinn sá samningur en hluta af þeim mælikvörðum voru runni settir inn í þennan samning og þið sjáið án sem ég sé að telja þetta upp eða ég vona að þið sjáið. Þetta svona markmið samningsins, markmið og mælikvarðar. Nú reiðargerðargreiningar er annað verkefni sem við höfum verið að standa í núna síðustu árum og gríðarlega náttúrulega flott og gott verkefni. Það búið að greina 75.000 núna sýni, samanber 72.300 tæp árið 2024 og mér skilst að 100.000 hylki hafi farið til bænda en þá restina af þessu þá enn hjá bændum. Helstu fréttur af þessu vera íslensk erfðagreining sem hefur verið í samstarfi við okkur mun ekki greina í ár. Næsta ár fyrir gefiði. Þeir bara ný stjórn þar ákvað að það væri ekki. En það hefur verið mjög happadrjúgt og gott fyrir bændur og okkur að vera í því samstarfi. Bæði verulega sé og þeirra bara staðið sig gríðarlega vel og eiga bara þakkir skildar fyrir sinn hlut í því. Áætlun fyrir næsta ár, hún verður metin í lok þessa árs og okkur ætlaði að gera það samkvæmt landsáætlun riðu. En náttúrulega þessar verndandi arfgerðir eins og þið vitið hafa þegar sannað gildi sitt og bara með nýjúkkonum málum í kringu riðu og mun væntanlega sanna sig enn og frekar á næsta árum vonandi. En þetta verkefni sem hefur gengið gríðarlega vel að þessu koma náttúrulega ótrúlega margir, náttúrulega bara bæði bændur og það eru við og greiningaraðilar og þetta þarf allt að hanga saman og það ekki og svo birtingamyndina og svo það ekki sjálfgefið að þetta hefði getað farið á þessum hraða sem það hefur gert síðustu árin nema með samhentu átaki sem það hefur verið. Skýrsluatriði hjá okkur, við höfum verið að vinna í rauninni í aðgengismálum og munum vera í því þannig að við erum að gera meiri skil á milli sérstakra aðganga, hvort sem það þá lögbundinn aðgangur eða fullur aðgangur eða hvað það er. Og einnig erum við að skilgreina betur aðgengismál varðandi aðila sem að koma að því að nota þessi gögn
það til dæmis eins og Matvælastofnun og fleiri sem að raunni þurfa ákveðið aðgengi en þurfa náttúrulega bara skilgreint aðgengi miðað við það sem að þau eru að sýsla og eiga náttúrulega ekki hafa aðgengi umfram það. Þannig að það hefur verið svona svolítið verkefni, við erum að samþætta þessa þjónustu, það hefur verið vinna hjá okkur að samþætta hana á milli skýrsluvaldsforrita og við erum í svona vegferð sem að í varðandi stafræna þjónustu sem bara svipa og aðrir hafa verið að gera á síðustu árum, bæði stofnanir og aðrir, að reyna að koma þessu meira og meira yfir í stafræna þjónustu. Þannig að hún verði aðgengilegri og bara auðveldari til nálgunar fyrir bændur. Áframhaldandi þróun og nýsköpun svo náttúrulega bara í gangi. Við erum búin að setja líka á stað vinnu sem við köllum gagnalandslag til þess að reyna skilgreina virði og umfang þessara gagna og fyrir aðeins betur í það en eftir. Og eins og kom hérna fram í máli eins áðan þá búið það sem búið að vinna í Huppu. Ef við förum yfir í hana þá er verið að vinna það sem við köllum nýja Huppu sem er nýtt útlit og bara ný forritan að vinna sem hefur átt sér staðar hún á síðustu misserum en hún er sjálfsög ekki komin í loftið. Skölun á niður í síma unnið að því og svo pörunaráætlun sem nefndar voru hérna áðan sem skipta náttúrulega gríðarlegu máli núna sérstaklega í tengslu við á ný aðferðafræði í kyngreindu sæði og svo erum við að vinna þá í þessum aðgengismálum. Fjárvist þar það sama, það verið að vinna í skalalegum umhverfi, það verið að vinna í gagnainnlestri fyrir notendur örmerkja, aðgengismálunum þarna eins og hinnum áframhaldandi þróun og svo hefur verið að vinna svona bak við tjöldin í riðmælaborði fyrir stjórnvöld sem er náttúrulega ekki eitthvað sem að bændur sjá núna. Jörð, þar hefur farið mikið vinna í tengingum við afurð og skil á jarðræktarskýrslum og það er náttúrulega kannski gleymir stundum að í kringum þessi skýrsluvaldsforrit þó að sé verið að náttúrulega reyna að gera þau einfaldari og betri fyrir bændur og það er náttúrulega höfuð markmiðið að þá fer ótrúlega mikið vinna náttúrulega líka í þetta að tengja sig við reglugerða, nýja reglugerðir og rauninni við þetta útgreiðslu fyrirkomulag allt saman sem að fer í gegnum að stórhluta í gegnum skýrsluhaldið. Það voru gera breytingar í ábyrgðaráætlun gerð, mælaborð sem kom fram í náðan, var sett upp í jörð. Næsta árið þá er svona áframhaldandi þróun, kolefnisreiknivélar og samþætting við grændólsverkefni. Nú það verður farið yfir völdföngin og eftir. En svona aðeins til að leggja svona grunninn að því þá þetta samstarf sem er völdföng að þess að ég sé að þreyti ykkur mjög mikið með því þá er það samstarf sem byggir á grunninum milli BI og 5 en við sem sagt RML sérum rekstur og þróun og umsjón. Að auki kemur hann að stjórn völdfengs sem er í samkvæmt þessu samkomulagi á að fjalla málefni völdfengs. Það hefur verið þannig í gegnum árin, hann hefur verið vanfjármagnaður. Þetta hefur verið svona notendagjöld upp á 15 til 20 milljónir á ári. Ef við tökum til samanburðar þá notendagjöld að fjárvers í kringum 28 til 30 milljónir og þarna eru notendur 30 til 40 þúsund þannig að þetta hefur verið ósjálfbært í rauninni og á sama tíma hefur verið mikið krafið það að hann væri, hvað ég segja, gerður nýr völdfengur í rauninni, þar sem að uppfyldi þau skilyrði sem eru í dag og ríkisskilyrði og svo framvegis. Þannig þetta búið svolítið vegferð, rauninni að fá það breyting á því á þessum framlögum og notendagjöldum, en það er þannig, án ég sé að fara á nákvæmlega í það, að notendagjöldin erlendis skiptast í basic fee og fee for free access og það er sem sagt, hefur við hingað til verið 1,1 evra á mann sem eru aðilar að hestamannafélagi en eru núna komið upp í 2 evrur og þannig að það mun hugsanlega breyta þessum notendagjöldum töluvert. Að auki höfum við fengið vilyrði úr stofnverndarsjóði upp á 35 milljónir til þess að hefja þetta að búa til nýjan völdfeng og svo var til í sér sjóði 7 milljónir þannig að við ákvæðum það í apríl-maí þegar þetta lá nú fyrir að öll þessir hlutir væru að raðast á réttan veg
að hefja þessa vinnu og það verður farið betur yfir það hér á eftir. Ég talaði um áðan sem heitir gagnalandslag. Við fengum aðila til þess að Kára Gaudason til að hjálpa okkur við það að fara í að kortleggja rauninni gagnalandslagið hjá okkur. Hvað er þetta? Hvaða gögn er þetta? Hvernig er hægt að fara með þau? Og svona vinna svona ákveðna stefnumótana vinnu til framtíðar það hvernig þessi gögn eru notuð og hvernig þau eru nýtt áfram. Og þetta er gríðarlega góð vinna sem hann er búinn að vinna nú þegar og mun hjálpa okkur til framtíðar við að í rauninni þessa stafrænu vegferð sem við erum á og til þess að nýta þessi gögn betur heldur en verið hefur má segja eða bara ítarlegar. Og þetta er rauninni samkvæmt okkar stefnumótun og hvað þetta er svona stefnumótunarverkefni. Þannig í hvíta kassanum er rauninni beint úr stefnumótuninni. Þau aðgerðir sem við ætluðum að fara í og það er verið að uppfylla það. Annað svona stefnumótunarverkefni, það er þetta fyrirbæri græntól, styrkur úr matvælasjóði upp á tæpa 26 milljónir og þetta er samstarfsverkefni milli RML og Matís en það koma Landbúnaðarháskólinn, Bændasamtökin og Efla. Og þetta á að leggja grunn að svona samræmingu á skráningu á umhverfisþáttum landbúnaðarframleiðslu sem segir á svona mannamáli að þarna er rauninni verið að draga saman hvaða gögn og hvað þarf til þess að búa til einhvers konar mælaborð umhverfisþátta í sjálfu sér. Það verður ekki til, það verður ekki afurðin í lokin en fyrst og fremst þessi vegferð og þessi reynsla og þessi grunnur sem verður þarna til, hann er gríðarlega mikilvægur og svona setur okkur á pall með þá öðrum sem eru kannski komnir undan okkur í nágrannalöndunum. Og fólk, svona fyrir mér er þetta allavega þannig að þeir sem að þessu koma munu öðlast þekkingu sem að kannski er ekki öllu leyti til staðar nú þegar. Annað stefnumótunarverkefni, það er heimasíðan og hún er búin að vera núna í töluverðan tíma í skoðun og breytingafasa. Það er ekkert farið að sjást en þetta er allt frá því að við byrjuðum með þetta ferli með ráðgjafa núna á síðasta ári í að greina heimasíðuna umferð á henni og vinnu með okkar starfsfólki og svona grunnvinnu sem að leiddi til þess að við réðum inn hönnuði sem eru hannarunni svona litar, uppsetningur og runni hvernig síðan kemur til með að líta út og þá er forritunarvinnan eftir. En þannig að sjá við dæmi og ég vona að þeir sem eru þarna myndinni, okkar starfsmenn fyrirgefið mér að þeir eru þarna. En þetta er glæsilegt fólk enga síður, þannig að allt er góðu. En þið sjáum svona dæmi það hvernig heimasíðan mun líta út. Nú að svona rétt að bara geta þess þegar maður er að tala verkefni og verkefni RML að við sjáum súlunar að áðan og stækkunin á þessum öðrum verkefnum. Að við erum náttúrulega að vinna ansi mikið að verkefnum sem eru utan rammasamnings og þarna tekið sem dæmi í loftslagsvænan landbúnað, rekstrarverkefnin sem eru núna fjármögnuð sér, landsáætlun riðu. Allt það verkefni er það mengja úrval í nautgriparækt sem er reyndar fjármagnað af kúabændum eða af þeim samningi en er ekki teiknað innan hans í rauninni. Og svo eru mörg önnur stærri og smærri verkefni sem tengjast loftslagsmálum og umhverfismálum langmest sem eru utan þessas samnings. Og er svona umhugsunarefni svona í þegar líður að gera næsta rammasamnings. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Ég vona að þið hafa voruð einhvers áskynja á því hvað við erum að gera en þetta fyrirtæki nær anga svona víða og það er hægt að tala verkefni þess í langa stund.
En það verða kynnt 3 verkefni eftir og ég vil þá bara þakka fyrir áheyrnina og þakka bæði stjórn og starfsfólki og bændur sérstaklega fyrir síðastlið ár. Takk fyrir. Takk kærlega, Karvel, fyrir þessa yfirferð. Það af svo mörg að taka að fyrir mig sem stjórnarkonu, ég stundum alveg bara mig stundum óvar bara við því að fara inn á stjórnarfundi því að það svo ótrúlega yfirgripsmikil verkefni í gangi og starfsemin eins og þú komst inn á, Karvel, hún nær svo víða til samfélagsins. En það sem kannski ég svo stolt af að hvað rekstur RML gengur vel og síðan ég kom inn í stjórn hefur í rauninni áætlunin sem hefur verið lögð fyrir stjórn alltaf verið bara nánast upp á 10 sko. Og svo þetta bara hvað starfsfólk og stjórnendur stofnunarinnar taka alltaf óbúslega vel í hugmyndir stjórnar hvað við getum gert til þess að koma betur til móts við þarfir bænda og ég held að það sé alveg ljóst hversu mikils virði það fyrir bændasamfélagið og bara landi í heild að vera með svona öflugt starfsfólk eins og innan RML til þess að leita ráðgjafar hjá. En eins og var komið inn á að þá ætlum við að fá kynningu á 3 verkefnum sem í gangi innan RML og það var alveg úr vöndu að ráða hvað við ættum að velja eða hvað ætti að kynna hér í dag. En þetta svona mjög góð verkefni sem kannski koma líka inn á ólík svið sem við ætlum að kynna hér og fyrir það fyrsta þá verður kynnt orkunýting í ylrækt og það Helgi Jóhannesson sem ætlar að kynna það fyrir okkur. Síðan verkefni sem heitir Cybergrass 2.0, ótrúlega flott heiti. Og það verið að fara þar yfir hámörkun á magni og gæðum uppskeru sem þá metin út frá fjölrásar, fjölrásar fjárkönnunarmyndum. Og það Þórey Gylfadóttir sem ætlar að kynna það fyrir okkur og síðan fáum við kynningu á nýjum veldfeng. En ég ætla að byrja á að kynna Helga Jóhannesson til leiks. Gjörðu svo vel. Jæja. Hvar músin? Já, komið sæl. Ég heiti Helgi Jóhannesson og ég ráðunautur í garðyrkju hjá RML. Búinn að starfa þar í 10 ár og ég ætla nú að byrja að leiðrétta að verkefni sem ég ætla að koma hér inn á heitir ekki orkunýting í ylrækt, heldur ákvað ég að kalla fyrirlesturinn orkunýting í ylrækt, en þetta tengist hins vegar verkefni sem ég hef tekið þátt í sem heitir paprikuframleiðsla allt árið. En þið sjáum við það síðar út á hvað það gengur. En ég þakka ykkur fyrir að bjóða mér hér til dagskrár og ég ætla að fara í gegnum nokkrar glæru. Ég veit ekkert hvað ég hef mikinn tíma en ég klára þetta bara og við sjáum til hvað verður eftir á deginum. Nú, orkunotkun í ylrækt, hún gengur aðalega út á það að lýsa plönturnar með raforku og það annarkvort þá til að ala upp smáplöntur til áframhaldandi framleiðslu eða
eða þá sem heilsársræktun. Nú síðan náttúrulega þurfum við líka varma orku til að hita upp gróðurhúsin og það fyrst og fremst jarðhiti sem að við notum í það. Og svo kemur náttúrulega til þarna önnur raforkunotkun. Það eru dælur í hitakerfinu, vökvun og kæliklefur og pökkun og fleira sem að þarf að knýja þarna áfram til að þetta gangi nú allt saman upp. En vaxtarlýsingin langstærsti hlutinn þarna og það við vitum það nokkurn veginn hvað hún mikil, sú notkun vegna þess að ríkið styrkir í raun og veru garðyrkjubændur hluta af flutningskostnaði og þar með náum við ansi vel utanum heildarmagnið þar og þetta sirka 85 gigawattstundir á ári. Við vitum og lítið aðra raforkunotkun í ylrækt, það að segja sem ekki þá tengt lýsingunni. En það talað að garðyrkja, það þá líka útiræktun og öll garðyrkjan, hún notir samtals 112 gigawattstundir á ári. Nú, ég fór að gramsa aðeins og fann skýrslu sem að Orkustofnun kynnti 2023, heitir Engin orkusóun og þar tekið tekin landbúnaðurinn í heild og þarna þetta eitthvað 1% af allri raforkunotkun sem fer í landbúnaðinn og þar undir garðyrkjan eitthvað brotur prósenti. Og ef við skoðum þarna til dæmis stöplariti þarna neðst að þá þetta þarna garðyrkjan með 112 gigawattstundir á móti 147 í búrekstri almennt og þá annað 17. Þannig að við erum ekki stór á landsvísu en garðyrkjan aftur á móti býsna stór í samanburði við aðrar búgreinar. Og það náttúrulega fyrst og fremst út af lýsingunni. Nú, og helstu punktar í þessari skýrslu, þeir sjáu þá þarna, þetta eiginlega neðsti punkturinn sem að ég hann vakti mest athygli mína, það að segja að það voða lítið til það hvernig við getum nýtt orkuna betur og ég man eftir því að það var viðtal við höfund skýrsluna sem var nú danskur og hann eiginlega sagði það á þess að segja það að orkusparnaður væri óþekkt fyrirbæri á Íslandi þarna 2023. Nú, leiðir til að spara orku í ylrækt. Ég setti þarna mynd sem ég tók á Suðurlandi í ljósaskiptunum. Þið sjáu þarna upplýst ský fyrir ofan eitthvað ljósgjafa, þetta eru gróðurhús, þannig að þið sjáu nú að eitthvað fer til spillis, en það eru leiðir til að spara orku í ylrækt og það hægt að einangra húsin, þau eru byggð úr gleri og stáli eða áli og þau leiða, hitann töluvert mikið út í umhverfið, en leið og við förum að einangra húsin og þá erum við að útiloka birtuna og draga þannig úr náttúrulegri birtu. En síðan eru til sjálfvirka gardínur sem að fara fyrir og frá og þegar til dæmis myrkur úti að þá mikill hitasparnaður í því að draga fyrir einangrunar gardínur. En það þýðir aftur á móti að ef við ætlum að halda plöntunum gangandi í svoleiðis umhverfi að þá erum við að hækka loftrakann talvert mikið af því að plönturnar halda áfram að gufa út raka og við getum þurft að losa okkur við hann með einhverjum hætti. Nú síðan eru til gardínur sem að halda ljósinu inni og það ef við horfum til Evrópu að þá í raun og veru bannað á ákveðnum tímum sólarhrings að lýsa upp umhverfið. Það bara truflar fólk, það kallað ljósmengun. Þannig að það skylda að loka ljósið inni. En við erum ekki með þær reglur og við höfum í raun og veru ekki notað þess háttar gardínur.
Nú síðan eru þessi skilvirkari ljósgjafar, það segja LED-ljósin. LED stendur fyrir Light Emitting Diodes, það eru díóður sem að gefa frá sér ljós og með þessari aðferði eða þessari tækni að þá fáum við miklu meira ljós út úr hverri keyptri einingu af raforku. Og af því að þetta langstærsti þátturinn í orkunotkun í garðyrkju, lýsingina, þá þarna möguleiki til að spara töluvert mikla orku. Nú, og hitunarkostnaður, við höfum í raun og veru jarðhitann og það hefur hingað til verið talið nóg á honum og þetta það ódýrt að þetta ekki nema svona 1-2% af veltunni hjá ylræktarbændum. Þannig að við gætum í raun og veru þó að við spörum einhvern hitunarkostnað, þá hefur það mjög lítil áhrif á reksturinn. Nú síðan helstu áskoranir í þessari svokölluðu LED-væðingu, það að segja skipta úr hefðbundum natríumlömpum yfir í LED-ljós, að það náttúrulega fjárfestingin, þetta frekar dýrbúnaður og svona gróft reiknaði að við skiptum út öllum lömpum, að þá myndi það kosta cirka 1200 milljónir og fyrir utan lagnir og tengivinnur sem talsvert, það talsvert mikill kostnaður líka. Nú, litrófið í þessum lömpum það verið að þróa það ennþá. Við vitum ekki nákvæmlega hvað hentar hverju tegund fyrir sig, þannig að þarna ennþá verið að svara spurningum sem hvað hentar best í hverri ræktun. Nú, og þetta ljós sem kemur frá LED-ljósunum, það kalt ljós eða það gefur minni hita heldur en gömlu natríumlamparnir, sem að þýðir það að plönturnar þær fá ekki eins mikið hita og blaðhitinn verður lægri, þannig að við þurfum að bæta plöntuna þá upp með annarkvort gardínum eða auknum hita eða hvoru tveggja. Nú, að einhverju leyti þetta óþægileg starfsumhverfi, þetta svona skrítin birta og fólk verður hálf litruglað að vinna í þessu, en þetta líka hlutur sem verið að þróa og reyna að finna lausnir á. En svona reynslan almennt af þessu erlendis að það yfirleitt þá menn að glíma við hærri loftraka sem þá vegna þess að það kemur minni hita og orka frá LED-ljósunum og menn geta þurft að fjárfesta í búnaði til að þurrka loftið. Nú síðan þetta verkefni sem ég talaði hérna áðan, það að segja paprika allt árið. Þetta vorum við að gera á síðasta vetri og þetta unnið í raun og veru af sölufélagi garðyrkjumanna með styrk úr þróunarfélagi garðyrkju og svona, ég get sagt ykkur það í fremhjálpi að tilraunir í garðyrkju hálf munaðarlausar eins og Við erum með þjóðin, eða við eigum ágætis tilrauna aðstöðu garðyrkjuskólanum á Reykjum sem heyrir núna undir Fjölbrautaskóla Suðurlands og það engin í raun og veru þar sem að hugsa að drífa áfram tilraunir, en það var aftur á móti áhugi hjá aðilum hjá sölufélagi garðyrkjumanna sem sótt styrk og í samstarfi þá við okkur og nokkra garðyrkjubændur að keyra þetta verkefni í gang og Fríða Helgadóttir, hún vinnur hjá Horti Advice í Danmörku, hún stýrir þessu verkefni en svona í stuttu máli að þá gekk þetta út á það að bera saman hefðbundna lýsingu við blöndu af hefðbundin lýsingu og LED-ljósum og síðan bara að skipta alveg yfir í LED-ljós. Og svona helstu niðurstöður á þessu að það tæknilega mögulegt að rækta paprikur yfir vetrartímann við þessar aðstæður og það þörf á meiri upphitun. Þetta svo sem hlutur sem við gátum alveg reiknað út en þetta var líka, þetta kom alveg skýrt fram þarna.
Nú, það sem kom kannski á óvart var að hár loftrækki ekki vandamál, eða var ekki vandamál við þessar aðstæður, menn voru aftur á móti að reyna að hækka loftrækkan með úðunarkerfi og til að voru plönturnar hefðu það sem best, þannig að það var ekki vandamál þarna. Og síðan kemur það líka í ljósa að það er tiltölulega lítill orkusparnaður með því að blanda saman LED-ljósum og hefðbundinni lýsingu. Og síðan fengum við býsna góða uppskeru þarna og talsverðan orkusparnað með því að nota LED-ljósin. Og þarna sjáum við tölur það hvernig þetta svona kom út í sambandi við kostnað og þetta er reiknað niður á krónur á fermeter. Þannig að þið sjáið þarna að raforkukostnaðurinn er langlægstur þar sem að LED-ljósin eru notuð. En aftur á móti eru tekjurnar hæstar, það er að segja uppskeran er mest þarna, hún er náttúrulega svo sama í blönduðu og í LED-ljósunum en aðeins binni þá í natríumlampanum. Nú ef við sjáum þetta bara svona myndrænt og þá er þetta kostnaðurinn á fermeter og hann er langlægstur þarna í LED-ljósunum og ef þetta er reiknað í hlutfalli þá er þetta tæplega 40% sparnaður, það er að segja, já, eitthvað svoleiðis. Og síðan bara tók ég þessar tölur hráar úr þessari einu litlu tilraun og skellti yfir á alla ylræktina. Þannig að með því að allir færu bara þessa leið á einu bretti að þá fengjum við, þá getum við sparað þetta margar gígavattstundir á ári. Þetta er þetta dálítið gróft að gera þetta svona en þetta gefur ákveðna mynd. Og þarna erum við bara í raun og veru að reikna þessar sömu tölur upp í krónur og við gætum í raun og veru sparað greinin í heild sinni 340 milljónir á næsta ári ef allir hoppuðu á vagnin, ef þetta væri svona einfalt. Nú, það eru sem sagt, LED-væðingin, hún er þegar hafin. Og ég veit að menn eru búnir að kveikja, ég veit að Axel er búinn að kveikja á sínum lömpum og það eru fleiri á leiðinni og sem sagt það voru 10 bændur sem fengu styrk úr loftslagssjóði í vor til að skipta yfir í LED og síðan heyrði ég að það er hvað ég segja, meira á leiðinni, það verður aftur auglýst til umsóknar í haust, þannig að menn eru að byrja að fara þessa leið. Og ég get líka sagt ykkur það svona í lokin að við ætlum að halda áfram með þessa tilraun í paprikunni aftur og það er þegar komið í gang annað verkefni til að í raun og veru fylgja þessu eftir, þannig að það heldur áfram núna í vetur en það er bara nýlega komið af stað, þannig að það er ekki hægt að segja neitt það ennþá. Já, ég held að þetta hafi verið síðasta glæran og ég þakka bara fyrir mig. Takk kærlega fyrir þessa góðu yfirferð, Helgi, og mjög áhugavert að sjá hvað LED-ljósin geta í rauninni leitt til mikillar hagræðingar fyrir bændur í ylrækt og ég held að í rauninni svona minn hugur allavega leitaði þangað að ég held að það sé alveg gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að það séu fleiri tilraunir á sviði garðyrkju og ylræktar hér á landi vegna þess að ég held að okkar aðstæður séu svolítið sérstakar og kannski stundum ekki hægt að yfirfæra það sem við verið að gera erlendis yfir á þær aðstæður sem eru hér og kannski
leiðir hugan að því að ég fór til Wageningen háskóla í Hollandi fyrir 2 árum síðan og þar var háskólinn með tilrauna hús og þau voru að gera ýmsar tilraunir og þeir í rauninni bara byggðu upp húsin, gerðu tilraunir í 1 ár og svo voru bara húsin tekin niður og svo var bara byggt nýtt hús eða ný hús, jafnvel 2-3 í stæðu, gerðar 3 ólíka tilraunir og svo var bara allt tekið niður og byrjaði upp á nýtt. En kannski líka gaman frá því að segja að við hjá Landbúnaðarháskóla Íslands að við stefnum að því að hefja byggingu jarðræktarmiðstöðvar og tilrauna garðyrkjuhús vonandi strax á næsta ári ef að við erum að bíða eftir því að fá fjármagn frá ríkinu. Það er komið loforð eða vilyrði fyrir því og ég vona að það gangi eftir. Þetta átti að hefjast á þessu ári og ég vona að með því verði sömuleiðis þá bara enn meira samstarf milli garðyrkjubænda og Landbúnaðarháskólans rannsóknir og tilraunir á þessu sviði. En ég ætla ekki að vera með ræðu. Við ætlum að fá næsta erindi og það er Cybergrass 2.0 og það er hún Þóri Gylfadóttir sem ætlar að segja ykkur svolítið það og hún að sinna jarðræktartengdum verkefnum innan RML. Gjörðu svo vel. Já, komið þið sæl. Jói, hvernig þetta? Hérna þetta? Flott. Takk fyrir. Þóri heiti ég. Ráðunautur hjá RML. Takk fyrir að fá að koma og vera hérna með ykkur. Hvort sem það hér á staðnum eða í loftinu einhvers staðar á leiðinni. Ég ætla að segja ykkur frá verkefni sem að við byrjuðum á hérna hjá RML núna bara á þessu ári og það hámörkun á magni og gæði uppskeru í túnum bænda með notkun fjölrása fjarkönnunarmynda sem að heitir svo Cybergrass 2.0 á verkefninu á frummálinu getum við sagt á ensku. Þetta 3 ára verkefni. Við byrjuðum núna 2025 og það mun standa til 28 sem styrkt af Norðurslóðaáætlun NPA sjóðsins. Og RML fékk jafnframt styrk úr þróunarfyrirbæði sauðfjár- og nautgriparæktar fyrir sínu mótframlag eða upp í sitt mótframlag og bestur þakkir fyrir þann stuðning til þeirra fagráða. Cybergrass 2.0, þetta markmið verkefnisins í heild. Það að samþætta tækninýjungar til að hámarka framleiðni í túnum bænda með því að hámarka bæði magn og gæði uppskeru með bættri tímasetningu á sláttutíma. Það verða þróuð tól sem byggja á gögnum úr gervitunglum og drónum til að tímasetja sláttutíma út frá magni og áætluðum gæðum með einföldum drónum. Það verið að huga að því að þróa tæknina þannig að þetta verði það einfald tækni að bændur annars vegar og hins vegar ráðunautarþjónusta geti haft þennan og átt þennan búnað. Þá einnig að þróa áfram mat til á lifun á vori og þá hlutfall tegund í sverði. Við tengjum mjög vel við þetta að hvað mikilvægt að geta metið lifun á vori. Við þekkjum kal vel og slíkt og það gott að geta haft bæði náttúrulega einfaldari tækni og líka sem þá hægt verður samræmdara. En svo líka mjög mikilvægt að geta metið með góðum hætti
hlutfall milli tegunda, þar að segja grastegund og belgjurta í sverði, því það náttúrulega skiptir máli út frá bara meðhöndlun túnana og þannig að það á að gera það líka í þessu verkefni. Það eru RML hérna á Íslandi og Svarmi líka með okkur hérna á Íslandi því að þeir sjá drónaflugið og vinnslu þeirra gagna sem að falla til við þá gagnaöflum í samstarfi þá við þá erlendu aðila sem í verkefninu og hérna tengiliður verkefnisins og Svarma sem sagt hann Amir og ég sett inn þarna nafnið hans og tölvupóstfangið, þannig ef þið viljið fá einhverjar frekari upplýsingar tæknibúnað eða flug eða slíkt, þá bara endilega hafið samband við hann. En hérna drónin sem að þeir nota, þetta náttúrulega bara, þetta mjög fullkomin tæki sem við verið að nota þarna, það náttúrulega verið að safna mjög mikið af gögnum á þessu stigi málsins. En þetta drónin sem á notaður DEJ M300 og svo hérna myndavélin þarna, RGB myndavélin, það þessi sem við hliðin á drónanum og svo þetta multispektra myndavélarnar sem í rauninni getum við sagt samsafnað eða koma saman 10 myndavélar. Ég ætla ekki að tala meira tæknina. Þetta eru erlendur samstarfsaðilarnir í verkefninu. Það eru þeir samstanda af Svíþjóð og Finnlandi. Það SLU í Svíþjóð og þeir leiða jafnframt með heildarverkefnastjórn yfir verkefninu. Það húsholdningsselskapet líka í Svíþjóð. Í Finnlandi það Luke og FGI. Þarna mynd af okkur þarna af upphafsfundinum sem var í Umeå, haldinu í Umeå í vor. En svo þeir sem sagt tengdir samstarfsaðilar eða associated partners og það NIBIO í Noregi og LRF í Noregi, Proagria í Finnlandi, Vexi í Svíþjóð og Spekmik sem svona tæknifyrirtæki sem kemur inn í svona framtíðarvinnu sem að við í rauninni ekki með inn í. NIBIO ætlaði alltaf að vera með í upphafi og var með að skrifa umsóknina fyrst en svo var þetta eitthvað spurningin fjármuni og hvernig NPA-sjóðirnir fá sitt fjármagn í hverjum landi þannig að það gekk ekki upp þegar Hólmi var komin. En forsagan, það var bara þannig að það var haft samband verið með og óskað eftir samstarfi. Það voru aðilar innan SLU sem höfðu samband og Cybergrass 2.0 það byggir á fyrra verkefni sem heitið Cybergrass 1 og það var búið að safna í því verkefni fullt af gögnum og þannig að nú áfram byggt á þessum gögnum. Það ekki alveg nákvæmlega sami hópurinn í þessu verkefni eins og var í Cybergrass 1 en þetta mikið framhald af því verkefni. Við vorum náttúrulega ekki með í því verkefni en okkur fannst mjög mikilvægt að geta tekið þátt í svona verkefni. Þetta mjög mikilvægur þáttur að hámarka uppskeru og gæði. Þannig að við vorum mjög bara glöð og ánægð að það var leitað til okkar. Og það sem kannski þarna að það verið að safna gögnum úr túnum bænda til viðbótar við gögn úr tilraunareitum. Við vitum náttúrulega tilraunareitir og tún bænda það alltaf mikil breytileiki þar. Það ekki eins, það allt öðruvísi, getum við sagt umhverfi. Og auðvitað verið að nota líka veðurlíkön í þessari vinnu. En þetta verkefni samanstendur af 3 vinnupökkum. RML með í vinnupakka 1 og 2 og vinnupakki 1 gengur út á að það notaður upplýsingar frá gervitunglamyndum. SLU leiðir þennan vinnupakka. Númer 2 gögn, þau fengin með drónum. Það Luke í Finnlandi sem leiðir þennan pakka og svo vinnupakki 3 þá áframhaldandi vinna og þróun í þessu og það verið það við erum ekki
í þessum pakka, en það markmið þarna svona kanna frekar tæknilausnir til að meta tún almennt. Og það sem við ætlum að gera á Íslandi og það sem RML sér hér, að það samstarf við bændur sem hafa leyft sýnatökur og myndatökur hjá sér, og ég nota bara tækifæri hér og segi bara takk kærlega fyrir litla áramót, stóra áramót og tún. Við erum búin að vera í miklu samstarfi við þau í sumar og tókum sýni hjá þeim og þau eru teknar myndir hjá þeim í sumar. Þannig að RML það sér sýnatökur og mælingar í túnum bænda, allt sem þarf að gera þar. Við byrjum líka ábyrgð á kynningunni á verkefninu til bænda, hagsmunaaðila og annarra á Íslandi. Við byrjuðum í sumar og það var notað þetta Emil Dritz RS2 Plus, þetta tæki sem ég held á þarna til þess að finna mjög nákvæmar GPS staðsetningar og hnitsetja sýnatökustaði, og sýni þau voru tekin eins nálægt slætti bænda og hægt var, en það líka þannig að það má ekki líða meira en 48 tímar frá því að drónaflugið búið að taka drónamyndirnar og frá því að sýnin eru tekin. Þannig að röðin þarf að vera þessi, það þarf að fljúga, það þarf að taka drónamyndirnar, það þarf að taka sýni áður bóndinn vill slá, og þetta þarf allt að gera í samræmi við veður og veðurspá, og þið getið ímyndað ykkur flækjustigið á þessu. Þannig að við komumst að því í sumar að þetta ekki einfalt mál. Því að það náttúrulega drónin, þó þeir séu með stóran og góðan dróna, að þá geta þeir ekki flogið í allavega vindinum sem lá yfir flóanum mér fannst of mikið í sumar. En þannig að þetta var það voru tekin 54 sýni í hverjum slætti, 2 slættir, en svar bara þennan styrk fékkst ekki nógu snemma, þannig að við gátum ekki aflað neinna gagna í vor varðandi lifun í vor. Þarna við mældum, það voru þekja hverja tegundar, var metin, það var ríkjandi grastegund og svo ríkjandi belgtegund, belgjurt ef hún var til staðar, þetta var skráð, hæstagras eða hæstabelgjurt var mælt, og svo meðalhæð í sýnatöku reiknum. Innan hans var uppskorinn rammi, hálfur meter, uppskera flokkuð grös, belgjurt og illgresi og blaut og þurrvikt mæld. Svo verða öll sýnin, þau verða send á sömu rannsóknarstofun erlendis og það verður gerða fóðurefnagreiningar, og þetta gert til þess að gæta samræmis og það verði allt saman sambærilega niðurstöður. En þá aðeins við erum búin að tala þetta verkefni, en ég ekki með niðurstöður úr, því þetta var náttúrulega bara að byrja, en þá getum við af hverju þetta spennandi? Af hverju eigum við að taka þátt í svona verkefni? Við getum sagt svoleiðis, skiptir einhverju máli hvenær við sláum við ekki bara þegar það farið að smyrja veljan á næsta bæ. Við veitum alveg að þetta skiptir máli, en hvert mikilvægið? Og það gaman að horfa á krónur og aura, allavega það mikilvægt að horfa á það, þá er ekki gaman kannski. En við vitum það líka að kostnaður við fóðuröflun bara eitt af stærsta þáttunum sem hefur áhrif á afkomu búa. Og hvernig getum við fengið mesta magnið af gróffóðurinn okkar með bestu gæðunum? Hvenær erum við að ná mestri hagkvæmni í þessu? Og það mjög dýrt að hámarka ekki þessa þætti. Og þetta eru sænska tölur sem eru þarna, það við eigum ekki svona samanteknar íslenska tölur, og við sjáum þarna, við sjáum heimildina fyrir þessum tölum, það eru þarna með smærra letri, og við sjáum það líka önnur frá 2007 og hinir frá 2006, þannig að þetta ekki uppfærðar tölur varðandi nú verðgildi dagsins í dag. En
Þetta hefur verið reiknað út með tvennum hætti, annars vegar seinkun og slætti á 150 hekturum 5 daga. Að það kosti 75.000 sænskar krónur, sem þar bil 1 milljón íslensk króna. Og hins vegar hefur þetta verið reiknað út að þann hátt að það kosti 100.000 sænskar krónur meira að fóðra 50 kýr á ári með fóðri sem slegið 10 dögum of seint. Og hvað það sem hefur áhrif á vaxtarkúru grasa? Og út af því að við erum duglegur að nota belgjurtir, en ég ætla að segja tala bara núna grös. Það sem ræður því mest að það eru tegundirnar sem við erum með. Það eru yrkin, það eru yrkjamunur, það eru jarðvegsgerðin, hún hefur áhrif. Veðurfari, veðrið, alltaf veðrið og meðferðin eða meðhöndlunin á túnum. Og við vitum það að við stjórnum ekki veðrinu, það bara þannig. Við eigum að vera búin að læra það. En það sem svo ótrúlega mikilvægt, það það að við verum að gera okkur grein fyrir því að við getum stjórnað eða haft allveruleg áhrif á alla hina þættina sem eru svo mikilvægir. Og við eigum að nota tækifærið og við eigum að stjórna því sem við getum stjórnað. Þannig, og við vitum það líka, það hitið eða hitastig sem hefur mest áhrif á hver hratt meltanleiki fellur yfir tíma, yfir vaxtartímann. Við vitum það að norðlæg yrki, þau skríða yfirleitt seinna en suðlæg yrki, þannig að það yrkjamunur í þroskunarhraða grasa. Og svo tók ég bara aðeins smá saman út af því að ég hef ekki mikið tíma, ég voni sig ekki alveg búin með hann. En við vitum það að meltanleiki grasa, hann fellur, hefur mælst sem sagt bara meltanleika fallið, það hefur mælst þetta frá 0,2 til 0,58 einingum per dag. Og þarna eru heimildirnar fyrir þessu, þetta það sem ég ekki að segja, ég hef fundið allar heimildirnar sem eru til á Íslandi, en þetta við vitum þetta. Og meltanleiki fellur hægar í vallarígrasi, samborið vallafóksgrasi, þarna heimildin fyrir því líka. Og við vitum að það munur milli yrkja á vallafóksgrasi í meltanleika tréni og flestum öðrum efnum sem voru mæld í þessari tilraun við 10 daga seinkun á fyrsta slætti. Þannig að þetta hefur mikið að segja. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir, Þóri. Og ég held að við séum alveg búin að átta okkur á því hversu mikilvæga rannsóknir eru og þær rannsóknir sem verið að vinna innan RML, hversu mikilvægar þær eru bara fyrir bændur og landbúnaðinn. Og það mjög áhugavert að heyra þessar tölur í rauninni, bara hversu mikið í rauninni hversu mikil svirði það að slá á réttum tíma og hversu mikil svirði það að vera með rétt yrki. En við ætlum að halda áfram, við erum svona alveg að fara detta á tíma. Við ætlum að bjóða upp á fyrirspurnir í lokin og erum við hættum, en við höfum eitt erindi eftir, þar sem að verður fjallað nýjan völdfeng og það Friðrik Már Friðriksson sem fagstjóri á búfjárræktar og þjónustusviði RML sem ætlar að kynna það fyrir okkur. Gjörðu svo vel, Friðrik. Já, komið sæl, gaman að fá að kynna fyrstu skref nýs í vinnunni við nýjan völdfeng fyrir ykkur. Nú, ég heiti Friðrik og eins og Áshildur sagði, fagstjóri í búfjárrækt og þjónustusviðs. Og ásamt mér þá það Þorberg Þorbergsson sem
tölvunarfræðingur og verkefnisstjóri hugbúnaðarsviðs hjá RML og stendur fyrir forritun meðal hans á Worldwing sem að unnu þetta erindi. Nú, Worldwingur náttúrulega svolítið aðeins öðruvísi einkenni heldur en önnur skýrsluhaldsforrit. Árið 2000 gerðu sérstakur samningur milli BI og Five alþjóðlega ættbók og svona grundvöllurinn að sameiginlegu ræktunarstarfi fyrir íslenska hestinn. Og ekki bara sameiginlegu ræktunarstarfi, það sameiginlegur dómskvarfi, skráningar, kynbótamat og í raun og veru grunnurinn að þessu samstarfi þvert yfir landamæri og var mjög mikilvægur á sínum tíma til þess að komast á þann stað að við værum með eitt ræktunarmarkmið fyrir íslenska hestinn. Því að fyrir tíma Worldwings og fyrir tíma samvinnu skýrsluhald þá var í raun og veru gátu hvert land fyrir sig verið með sitt hvort ræktunarmarkmið, sitt hvort dómskalan og svo framvegis. Nú, hann náttúrulega alveg einstakur verðmætur gagnagrunnur fyrir íslenska hestinn. Og raun og veru geymir allar þessar mögulegu upplýsingar ættir, afkvæmi, liti, eigendur, kynbótamat, örmerki og hvað eina sem þið vilji vita íslenska hestinn. Og raun og veru þetta að það sé á einum stað einn gagnagrunnur eitt búfjárkyn og raun og veru opinber fyrir þá sem eru áskrifendur raun og veru mjög einstakt. Bara í heiminum. Raun og veru það er ekkert til nein önnur ættbækur fyrir til dæmis hrossa sem þú getur flett upp í stöðunni og hinum þessum hesti í dressúr eða veðhlaupum. Það er bara nánast hernaðar leyndarmáli ræktendum. Þannig að hún gríðarlega mikilvægur sem tól fyrir ræktendur og náttúrulega bara aðalatriði í því að viðhalda þessu alþjóðlega samstarfi í kringum ræktun hestsins okkar. Nú, svona í grófum drátti í tölum, í dag skráð rúmlega 580.000 hross, staðsett í 41 landi og virkinotendur eru ríflega 30.000 óttað, hvað maður að segja, þeir sem hafa mögulegan aðgang séu fleiri og það eru þá þeir sem eru í ræktunarsamböndum hvers lands fyrir sig. Nú, Worldwingur náttúrulega opnar 2001 eins og kom áður fyrir fram og hann náttúrulega í grunni búinn að vera eins síðan. Var ennþá í sama forritunarumhverfi hann var þegar hann fyrst forritaður og raun og veru núverandi kerfi uppfyllir alls ekki þá öryggisstaðla sem eru bara nauðsynlegir í dag. Það er gríðarlega brýnt að breyta umhverfi og til þess að tryggja öryggi þessara gagna sem eru innan gagnagrunnsins og eiginlega algjör grunnur til þess að sé hægt að þróa forritið áfram sem tól, sem betra úrvalstæki og raun og veru hægt að fylgja eftir þróun og kröfum sem að samfélagi og ræktendur gera í dag. Og þetta er einfaldlega bara algjörlega nýr skrifaður og forritaður Worldwingur. Nú, undirbúningurinn hefur náttúrulega langan aðdraganda. Það hefur lengi legið fyrir að það þarf að ráðast í þetta verkefni og það hefur verið brýnt að fara í það. Við erum náttúrulega leitt af Þorberg og Sigurburgu sem forritari hjá RML. En aðilar náttúrulega, eins og Karvel kom inn á áðan, eru margir sem hafa aðkomu að verkefninu. Það er BI sem eigandi, Five sem þá samstarfsaðili verkefnið, RML náttúrulega við sem erum hér, hvort sem er í stjórn eða annað, stjórn eða starfsmenn. Það er sérstök stjórn í Worldwing eins og Karvel kom inn á. Við erum samráðshóp innan við bændasamtökin og við erum með rýnihópa innan RML í vinnunni. Við erum fyrstu skrefin hófust í vor, miðjan apríl. Við raun og veru fyrsta skrefi var að
fara yfir virknina í Worldfeng í dag, greina hvaða virkni þarf að vera til staðar í nýju kerfi, hvað þarf að gera, hvað þarf að bæta, hvað þarf að endurhanna og verkáætlun til, sem áramóta næstkomandi eru fyrst og fremst að vinna að forgangsröðun, vinna drög að viðmóti, hvernig hlutirnir getur litið út og fara yfir hvað þörf á aðgangsstýringum eða hvað þarf að breyta í þeim og svo framvegis. Og það nefnilega hefur alltaf áhrif á endan hvernig við leggjum á stað, til dæmis hvað var það eins og kemsetnin og val á forritunarmáli og svo framvegis. Nú, það sem komið að vera að vinna í dag er grunnviðmótið, forsíðan, heimaréttin og ýmsar lykilsíður sem eru í gangi og það búið að rýna þessar fyrstu drög af rýnihópi innan RML sem eru reynslumiklir notendur og skrásetjarar og þeir eru búin að fá gagnlega endurgjöf sem að hjálpar okkur til þess að skilja betur þarfir notenda og hvernig megi betur bæta kerfið. Nú blasir bara fyrir okkur smá sýnishorn af breyttu útliti mögulega, drög að því. Fyrstu skref en náttúrulega eitt af stóru verkefnum verður að koma honum í skalanlegt umhverfi. Þannig að hann geti betur nýst notendum á ferðinni og það eðlilegt náttúrulega að skýrsluhaldsforrit sem skrifað í upphafi þessara aldar 2001 sjálfsögðu ekki með ákjósanlegt viðmót fyrir snjallsíma eða snjalltæki. Þannig að auðvitað þetta stór hluti af vinnunni framöndan að vera með skalanlegt útlit. Nú kemur inn atriði sem að Þorberg þekkir meir en ég, en það raun og veru náttúrulega þegar lagt af stað í svona vinnu, þá gríðarlega mikilvægt að vita hver maður ætlar að fara. Og þegar val á til dæmis forritunarmáli skiptir miklu máli að velja rétt, það ákveðin, hvað maður segir, það ákveðin atriði sem að skipta máli, hvað var það til dæmis notenda viðmótið, getur verið valformat og annað forritunarmál og val á því hvernig forritið skrifað, varðandi aðgangsstýringar, hvernig þetta áhrif á þær. Þannig að í raun og veru mikil vinna einnig farið í það endurskoða sem sagt gagnagrunnin sem gríðarlega stór á bak við öll þessi hross. Þannig að það hefur farið hönnun á yfirfærsla og yfirfarið gögnin og flutt í nýjan grunn sem náttúrulega eitthvað sem notendur kannski upplifa ekki dagsdaglega en þessi yfirfærsla hún hefur tekið tíma en spara mikla vinnu og flækjur til framtíðar. Nú, eins og Karol kom inn á áðan, þá hófst vinnan í apríl, grófum dráttum, en náttúrulega hægðist á henni í sumarfríum vegna bara sumarleyfa og forritunarteymið sem starfar að þessu eru aðeins 2 einstaklingar og auðvitað getur það haft ákveðin áhrif ef að annar vantar til dæmis. En þrátt fyrir það hefur náttúrulega gengið bara frekar vel. Nú, það búið að vinna fyrsta fasa, það búið að vinna grunnviðmót að heimarétt og forsíðu og heimaréttinni áfram og markmiðið að þetta verði komið svolítið vel áleiðis fyrir árslok en hins vegar verklokin sem sagt verkáætlunin sem í dag gildi til áramóta og verður þá endurskoðuð í upphafi næsta árs. En auðvitað staðan svo líka gert ráð fyrir upphafi að þetta geti tekið alltaf 3 ár en það fer náttúrulega eftir hversu mikið lagt í verkefnið og hversu mikið aðgengja mannskap hjá okkur og svo framvegis. Já, mig langaði líka aðeins að koma inn á
könnun sem að stjórn Worldfengs og Five gerði. Það náttúrulega úti með alla anga með það að kanna hvaða hug notendur hafa þróunarforritinu og einnig í hvað fólk almennt að nota þetta og hvernig raun og veru forritið nýtist fólki. Og það var dregnar upp sérstakar spurningar og meginþorinn var náttúrulega unnin af stjórn Worldfengs og Five og það eru náttúrulega stjórn Worldfengs sem meðal annars eru formaður Five og formaður og rektorinn og leiðtogi Five og svo eru tilnefndir fulltrúar frá BI. En þessi könnun var sent út og það voru svör frá 900 þáttakendum frá 23 löndum. Obbinn af þeim sem svara eru frá þeim löndum þar sem að ræktunarstarfið er í þéttustum gangi og flest fólöld eru fædd á ári hverju, Þýskaland, Danmörk, Ísland og Svíþjóð. En það er alveg svar frá Færeyjum og Ítalíu og Litáen og Slóveníu og Póllandi sem reyndar ekki ennþá í Five. En það er ánægjulegt að það er komið fólk að tilbúið að veita sína, svara þessari könnun. Nú, það kom, þetta er þýtt frá ensku, það kom í ljós að hversu oft þú notar Worldfeng var spurningin og 51% svaraði er algjörlega háður eða það var þá vera fíkill addikt var enska þýðingin á þessu. Og tæplega 40% reglulega, þannig að 90% af fólki sem er að svara þessari könnun er bara mikli notendur af forritinu. Og þegar rýnt er í hvað fólk skoðar mest, þá er það fyrst og fremst kynbótafræðilega, í kynbótastarfinu, þannig að fólk er að leita sér eftir þessu, sjáum við í ljósgræna, það er að skoða ætterni, það er að skoða kynbótamat eins og er í fjólubláa, nýta sér valparanir og þetta er náttúrulega yfir 75% af notkunninni er þarna. Þannig að það kemur náttúrulega augljóslega ljós að þetta er gríðarlegt tól fyrir ræktandann. En svo er náttúrulega með Worldfeng að það er einnig inn í keppnisárangur, það eru myndbönd og annað, þannig að auðvitað eru þar tæp 20% sem að merkja það sem sína helstu notkun. Nú nánari svör voru greind eftir og texta voru greind úr með aðstoð gervigreindar hvað fólk myndist á, væntanlega varðandi framtíðarnotkun á Worldfeng, hvað þeim fyndist vera áherslur á, það er náttúrulega margir sem nota þetta í tengslu við þá ætterni og ræktun, nýta sér þetta við eignarhaldsfrossa eða umsýslu, einhvers konar, hestanöfnin, það er nafnabankinn og tengslinn við það er töluvert notaður, litir og erðir, það er að segja, það eru bæði valparanir og litaerðaparanir inn í Worldfeng. En mikill minnishluti notar í raun og veru minnist á keppni og árangur þó að það sé vissulega hluti af honum. Nú, raun og veru nýr Worldfengur er gríðarlega stórt skref fram á við. Markmiðan verið hraðari, stöðugri og notendavænni lausn fyrir alla sem að nota forritið. Aðgangsstýringin er náttúrulega mikilvæg þáttur í þessu og hún er mjög flókin í dag og eitt af stóru þáttunum í þessu hlýtur að vera því að hann er notaður í mjög mörgum forritum, mörgum löndum, það eru margir skrásetjarar og margar típur að fólki með mismunandi aðganga, þannig að stór hluti af því hlýtur að vera að koma aðgangsmálunum í góðan farveg og hafa samræmdari aðgengi að því og það í endurskoðun. Það er náttúrulega
stór hluti af þessu það að ná að uppfylla þær öryggiskröfur, öryggisþætti sem að núverandi völdfengur gerir ekki. Og ávinningurinn mjög mikill, enda eins og ég oft komið inn á að völdfengur hryggjarstykkið í íslenskri hrossrækt og leggur grunninn að alþjóðlega ræktunarstarfinu sem að við berum á Ísland sem upprunaland íslenska hestsins. Já. Takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir þetta, Friðrik. Ég held að fyrir mína parta kom mér gríðarlega á óvart hversu mikill fjöldi notenda að völdfeng. 580.000 notendur frá 30.000 notendur frá 41 landi, það ekki rétt hjá mér. Og það alveg ljóst að þessi uppfærsla að henni mun vera tekið fagnandi. Ég ætla nú ekkert að orðlengja þetta, við erum komið fram við tímann, en við ætlum að bjóða upp á, það að segja varðandi erindin, en við ætlum að bjóða upp á umræður, bæði hér úr sal og líka frá þeim sem hafa verið að fylgjast með okkur í streymi. Þannig að tæknimaðurinn ætlar að vera okkur innan handar með það að koma fyrirspurnum frá ykkur sem að heima sitjið til okkar og við munum bera þær upp hér og til réttra aðila. Þannig að það mjög gott að þið sem að eru svo með okkur hér í sal að þið kynnið ykkur með nafni. Ég mun vera með hátalara, mæk sem ég mun fara með á milli. Þannig ég myndi vilja að þið kynntu ykkur með nafni og beri svo upp spurninguna og til hverra þið beinir spurningunni. Þannig að ég býð ykkur velkomin að varpa fram spurningum. Og það komin spurning og það Guðni Þorvaldsson frá Landbúnaðarháskólanum. Fyrir ekki að ég tók að þér orði og kynnti þig. Já, það var ágætt, þá slepp ég það. Ég þakka þessi ágætu erindi og mér langaði að spyrja hana Þóreyju aðeins út í það hvað þessir drónar geta gert. Geta þeir sem sagt mælt uppskeruna og efnainnihaldið. Sem það það sem þeir eiga að gera. Og það náttúrulega mjög áhugavert að það hægt. Svo mér langar mig aðeins í sambandi við erindið hans Friðriks að ég hef þetta með valparanir. Þetta orð hefur truflað mig svolítið, í fyrsta skipti sem ég las þetta þá las ég þetta valparanir. Hann ekki bara nóg að segja paranir. Ég spyr, takk. Já, ég ætla að gefa orðið til Þóreyjar fyrst og svo beinum við þessu til Friðriks. Já, takk fyrir Guðni. Þetta sem sagt hugsað þannig að það hefur búið til líkön og uppskerumagnið hugsað þannig sem sagt að það sko ég ekki mjög góð í þessari tækni þú afsakar, enda ég í grashlutanum sko. Þetta var byggja á því að það búa til þrívítar líkan af sem sagt landsverðinum. Þannig að það geta þannig metið uppskeruna. Það þannig sem við verðum að vinna með það. Varðandi efnainnihaldið að þá það sem sagt allar þessar myndatökur með þessum mismunandi multispektral myndum og RGB sem eru bara venjuleg ljósin okkar venjulegu myndavélarnar á að skala þetta við fóðurefnamælingar. Þannig og þetta eru náttúrulega ákveðnar upplýsingar til. Þessi líkön, þetta verður það sem við segjum eins og við kallum open access. Það skilyrði og þetta hugsunin að bændur geti nýtt þetta, sett ákveðnar upplýsingar inn til þess að sjá stöðuna og horft fram í tímann. Ég ætla að vona að þetta svari spurningunni.
Takk fyrir. Friðrik. Já, þetta er alltaf til að sko, þetta bara alveg rétt það sko. Þetta má alveg heita Paranir og verður svolítið tekið fyrir. En uppruna á heitinu kemur svolítið frá nafnaðinum Árna sinni sem að smíðaði forriti í kringum valparanirnar eða paranirnar og þetta við skoðum þetta náttúrulega alveg rétt að þetta er náttúrulega eitt af yfirferðarmálunum í þessu sem fer í því. Takk kærlega. Ykkur fleiri sem að vilja spyrja? Það er komið spurning úr sal. Já, góðan daginn, Vignir heiti ég og ég þakka fyrir góð erindi. En mér fannst, öll erindin mjög áhugaverð og mér langaði að beina einni spurningu til Þóriðar. Ég var svona að velta fyrir mig bara, ég áttaði mig ekki alveg á sko hvernig þetta myndi virka í praxis fyrir bændur. Það er að segja, eru drónar á flugi allt snemsumars að mæla uppskeru og gæði eða hvernig sem sagt er meiningin að miðla upplýsingu til bænda og svona er þetta raunhæft í náinni framtíð, en mjög áhugavert. Og svo langaði mig að spyrja Friðrik Má, hann talaði virka notendur og 30.000. Er það tekjugrunnurinn, sem sagt þessar 2 evrur, eða eru það allir félagsmenn innan 5, ef svo má segja? Og langaði líka að spyrja hann hvort hann teldi þessar 2 evrur væri nóg til að viðhalda völdfeng og þróa hann áfram. Svo langaði mig líka að spyrja hann út í mannafla til þess að klára þessa þróunarvinnu núna, hvort hann telji að hann sé nægjanlegur eða hvort það væri ástæða til þess að reyna að gefa í. Og mér langaði líka til þess að spyrja út í það með notkunna á völdfeng eða sem sagt möguleikana í nýju umhverfi, hvort þeir hafi hugsað sér að upptaka af kynbótasýningum komi inn á síntross í ríkara mæli. Takk fyrir. Við byrjum aftur á Þóri, gjör svo vel. Já, takk fyrir spurninguna. Það er verið að hugsa þetta þannig að sem sagt það er verið ekki drónar á flugi, náttúrulega það verið flogið þá eftir óskum eða hentuleika eða bændur sjálfur, þar sem verið að lögðu mikið áherslu á í þetta að það sé þróað líkön og módel einmitt til þess að það sé hægt að afla nægilegra upplýsinga með einfaldri tækni. Svo er þetta spurning, sko, einfaldri tækni þar sem sé ódýrri tækni, tiltölulega ódýrri tækni. Svo er náttúrulega tækniþróunin er svo rosalega hröð í þessu öllu saman, þannig að það er verið að hugsunin að einstaka bændur eða ráðgjafaþjónustur eða þeir sem taka sig saman geti átt dróna og flogið og það sé hægt að safna upplýsingum með þeim og keyra þau inn í líkön sem að þá getur fengið upplýsingar. Við þekkjum þetta náttúrulega, sko, svo er náttúrulega hluti af þessu gervitunglamyndir, en ég held að það sem að við höfum kannski meiri von til að muni gagnast okkur hér á Íslandi, það eru drónarnir vegna skýjafars á Íslandi. Þannig að það er náttúrulega þekkt mörgum stöðum erlendis að það eru hérna yfir sumartímanna þá eru aðilar eða fyrirtæki sem að taka klippisýni, segir maður, og það er byggt á settinu gögn og það er bændur borga fyrir aðgang að þessu og þá er það ákveðnum oft svæðabundið eða slíkt sem sagt. Þannig að það við vitum eins og bara Valjó í Finnlandi, þeir gera þetta fyrir sína kúna. Þannig að í samstarfi við þá bændur, en við höfum bara ekki hér á Íslandi, við þekkjum ekki þetta kerfi, að við eigum ekki svona veflegt kerfi. Þannig að kannski hoppum við bara við það og fyrir beint í hitt. Það voru, 3 spurningar til þín, Friðrik Már, manstu þær? Já, ég held að annars bara förum við aftur. Það eru
2 evrur per hvern félagsmann í félagsaðildarlöndum 5 og þeir eru 80.000 þar, þó að virkinotendur sko að forritinu séu færri. Hvort að það sé nóg? Nei, 2 evrur fyrir sko fyrir þetta miklar upplýsingar og mikið aðgengi náttúrulega ekki há upphæð. Hins vegar þetta þá samningur bara sem í gangi núna og hann var náttúrulega tillagan var hærri upphæð en mörg lönd voru að borga, þarna verið að vera staðla innan aðildarlandanna hvað var að vera að borga inn til Worldfings og það var allt niður undir 1 evru per einstakling, þannig að það var ákveðin varnarsigur að fá þetta inn svona. Auðvitað varðandi fjármögnun á verkefninu þá eins og Karvel kynnti áðan, það er búið að fá staðfest hluta af uppgjöri eða loka uppgjöri fyrir stofnverndarsjóð, þannig hluta sem þar inn í þetta. En ef það má alveg svo sem segja það líka að ef að aðgangsraunveru aðildargjöldin eða gjaldi sem maður fengir borga fyrir Worldfing væri hærra þá hefði ekki þurft kannski sérstaka fjármögnun á verkefninu eins og þarf í raun og veru í dag til þess að klára þetta. Varðandi mannaflan, það er eitthvað sem við myndum sjálfsagt skoða bara innan hús þegar staðan verður tekin á verkefninu áfram. Það náttúrulega fer líka svolítið eftir hvaða fjármagn að renna til verkefnisins, hversu hratt hægt að vinna það og það er ekkert launung að mála ef að streyma inn peningar til þess að þá er örugglega hægt að vinna það hraðar. En möguleika væri ýmist að fá inn verktaka tímabundið eða ráða fólk ef að fjármagn fæst til þess. Og þá vissulega myndi verkefnatíminn styttast. Var það eitthvað fleira, Vignir? Já, myndböndin. Já, kannski náttúrulega það er sérstakur samningur þá eins og hefur verið og við höfum svo sem ekki haft annað en birtingu á þessum 170 hrossum sem eru þá efstu hross hvers árs eða tækið þátt í landsmóti sem hefur verið samið að fá birtingu í Worldfing. Það er samt þannig að við höfum rætt þetta eins við Þorberg, það munur náttúrulega hægja á væntanlega kerfinu að við erum með mikla myndbandsbirtingar í forritinu sjálfu en hins vegar er spurning hvernig það verður útfært seinna, hvort það eru þá tengingar frá hverju hrossi yfir í myndband eða annað en meðan að fókusin myndböndin eru mjög mikilvægur þáttur fyrir ræktendur til að átta sig á hverju hrossi fyrir sig, bæði ljósmyndir og vídeómyndir en hins vegar er alltaf þessi spurning hvað í forgangi varðandi vinnslu á forritinu, hvað að hægja á því að fá of mikið af myndböndum inn eða hvernig útfærslan á því að vera til framtíðar. Vissulega verður mjög skemmtilegt en sennilega hægir það of mikið á vinslun á því. Takk kærlega Þóri og Friðrik. Eru fleiri spurningar úr sal eða eru komnar spurningar? Nei, það ekki komnar spurningar úr streymi. Nú, ef ekki, þá held ég að við förum að slá botninn í ársfundin. Viltu þú segja lokaorð, Sveinn? Já, ég að loka. Viltu ekki bara koma og segja lokaorð fyrir okkar hönd? Takk kærlega. Ég vil þakka kærlega fyrir mig. Já, heyrðu, ég vil bara þakka kærlega þeim sem komu og bæði í raunheimum og netheimum. Ég vil þakka fyrir bara frábær erindi og frambærileg erindi og sem sýnir nú að það er ýmislegt verið að gera og á mörgum sviðum. Og ég bara vona að það verði áframhald á því og við sýnum áfram þennan metnað til að gera vel fyrir íslenska landbúnað og við höldum áfram og við erum óþreytandi því að kynna okkur fyrir bændum, kynna hvað við erum að gera og að því að ég held að
eins og við erum búin að fara yfir í dag, að ég bara mjög stoltur af því sem að verið að vinna og gera hér. Og ég ætla bara að enda þetta á þessum orðum og þakka ykkur kærlega fyrir komuna og við endum þetta nú hérna og fáum okkur smá bakkelsi og kaffi. Takk fyrir.